Hingað kominn Njörður P. Njarðvík. Þú varst nú hér í þætti í, ég held að það hafi verið 11. janúar, sem það var, og við ræddum þá stjórnarskrá og þú varst með hugmyndir að það þyrfti bara að stofna nýtt lýðveldi á Íslandi. Mér langaði að heyri þér aftur bara og fá álitið þitt, Njörður, á því svona hvernig málin hafa þróast síðan á þessum degi. Já, við getum kannski sagt eins og Steinn Steinar og loksar eins og ekkert hafi gerst. Og mínar hugmyndir eru fólgnar í því að ég sagði í vetur Ísland ekki lýðveldi, Ísland flokksveldi og við höfum það í rauninni fyrir augunum núna. Og í mínum huga löggjafarþing þess eðlis að þar eru allir jafnir, það engin öðrum æðri. Við erum nýbúin að kjósa til Alþingis og svo koma 2 manneskjur og taka það eins konar eignanámi. Forsætisráðherra sagði nýlega, ég vona að við ljúkum þessum viðræðum í næstu viku svo að við getum kallað saman þingið. Hvers vegna ætti formaður eins flokks að kalla saman löggjafarþing? Ég lít svo á að þingið ætti sjálft að koma saman og kjósa sér sinn forseta og byrja að starfa. Hafa ekki þingmenn einhver mál sem þeir vilja leggja fram, þurfa þeir að bíða eftir einhverjum nýjum stjórnarsáttmála. Þannig speglast þetta að það engin aðgreining framkvæmdavalds og löggjafarvalds. Framkvæmdavaldið hefur tekið löggjafarvaldið eignarnámi og það að mínu viti óeðlilegi stjórnarhættir. Ég ekkert að segja að Jóhann á Steingrímsson sé eitthvað verri leiðtogarar en aðrir, þau bara starfa nákvæmlega eins. Já. Það voru náttúrulega miklar umræður hér í gangi nauðsyn þess að setja á stjórnlagaþing og fleiri, en einhvern veginn rann þetta svona svolítið út í sandinn, svona á síðustu mánuðunum eða síðustu vikunum. Þá spyrir maður sjálfan sig, var einhver raunverulegur áhugi? Ég held að við lögum ekki þetta fyrr en við fáum nýja stjórnarskrá. Og nýja stjórnarskrá fáum við ekki nema við fáum stjórnlagaþing. Vegna þess að alþingismenn eru búin að sýna það núna undanfarna áratugi. Þeir eru ekki færir að breyta stjórnarskránni. Það verður gerðar margar tilraunir en það verður raunin aldrei neitt komið út úr því. Já. Og traustið, já, við erum alltaf að fá nýja ríkisstjórn en við erum ennþá með þetta, sitjum uppi með þetta mikla vantraust á stjórnmálum. Já. Það stafa náttúrulega af því að Alþingi og ríkisstjórn brugðust sínu hlutverki fyrir þetta margumtalaða hrun og traust fáum við ekki með sama fólki í sömu hlutverkum. Eina vonin kannski liggur þá í því, þó ég hef nú ekki mikla von að það mikil endurnýjun á þessu þingi. Það margt nýtt fólk sem kemur inn og yngra fólk. Og spurningin svo, lætur þá kúa sig eins og aðrir hafa gert. Lúta þeir algjörlega valdi flokksins. Munu þeir ekki ganga bara inn í sömu rullurnar, Björn? Ég óttast það nú. Já. Það verði raunin engin breyting. En maður hefði einhvern veginn haldið að eftir það sem hefur gerst, Guðmundur Ólafsson var nú hérna fyrir þættinum og var að tala að hér hefði orðið bylting en róttæk þjóðfélagsbylting að því leyti að valdastéttin og gamli valdapíramítar veru að hverfa allavega í bili en við setjum samt sko, það komið þessar kosningar og þær snerust voðalega mikið þetta bara gamla flokkakerfi. Það náði bara, tökin eru svo sterk. Já, það sem óttast að það verði samskonar klíkuskapur með öðru fólki. Verði bara skiptum. Já. En starfshættindin verði nákvæmlega eins. Og svo sýnist mér nú eins og þetta sé nú hálfgerður leikur sem eru að setja á svið. Það að segja að þessi 2 flokkar þurfi ákveðin tíma til þess að fara í kringum fyrri yfirlýsingar sínar Evrópusambandið. Þannig að báður þurfi eitthvað að svíkja. Og hvað kemur út úr því? Já. Annarkvort verður sótt með ekki, það ekki? Jú. En þingmenn í rauninni eru bundnir samvisku sinni þeir eru ekki bundnir. Svo segir í stjórnarskrá. Já. Þingmenn eru bundnir samvisku sinni, en sú samviska hefur nú ekki reynst mjög persónulega hingað til. En hvernig getur þú séð fyrir þér að svona stjórnlagaþing yrði? Hvernig eigum við að taka á þessu?
Ég sé enga aðra leið til þess núna heldur en að þjóðin krefjist þess. Já. Hvernig þá? Ég veit það ekki, ég nú ekki að tala fyrir byltingu. Nei. En við skulum segja, ég veit ekki hvort þeir tekið eitthvað mark á því ef 50.000 manns skoruðu á Alþingi að beita sér fyrir stjórnlagaþingi. Já. Og þú ert ennþá þeirra skoðunar að það þurfi að stofna hér nýtt lýðveldi. Já. 5. lýðveldi. Ekki 5. lýðveldi, það heitir það í Fraklandi, en hjá okkur það annað lýðveldi. Já, ég enn á þeirri skoðun. Já, þetta er svo í tölvunni þegar maður uppverið sig stýrkerfi. Hugsaði þér það nú, mér blöskraði það dálítið þegar var verið að tala þetta Evrópusambandsmál og það lítur út fyrir því að þessi meirihluti á Alþingi fyrir því að senda inn umsókn til þess að vita hvað í boði. Hvernig eigum við að segja hvort við viljum gangi í Evrópusambandið ekki fyrir við vitum eitthvað þetta mál? Og þá segir forsætisráðherra, það kemur auðvitað til mála að Alþingi komi að þessu máli. Já. Virðing Alþingis ekki mikil hvað þessu? Ekki finnst mér það. Nei. Njörður, við ætlum að hnykkja aðeins á þessu. Ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn.